upptaka. Ok, þá kom að mér, ég sem sagt Anna Kristín Halldórsdóttir og ég kennsluráðgjafi í rafrænu kennsluefni hjá 3 framhaldsskólum, FG, Flensborg og Fjölbrautaskólanum á Suðurnesjum. Og ég ætlaði að kalla þetta rafræni ráðgjafar í framhaldsskólum til hvers. Er þetta eitthvað sem er nauðsynlegt eða er þetta bara eitthvað svona, já. Og það er þá áhersla á kennslufræðina, er þetta námsmatið, allir þessi breyttu tímar sem við erum á. Ég setti hérna neðst slóðina á heimasíðuna þar sem ég setti upp alla leiðbeiningar og svo ætla ég bara að vinda mér í þetta. Þetta er sem sagt nýtt starf og ég byrjaði 1. mars 2020 og upphaflega var ég sem sagt ráðin í það að vera ráðgjafi rafrænt námsefni og koma fólki meira yfir á svona stafrænt, hjálpa fólki að fara yfir á stafrænt form. En hvað gerist miðjan mars í fyrra? Það náttúrulega bara skellur allt í lás og allir heim og allir fara online og eitthvað, þannig að framhaldsskólarnir sem ég er að vinna með setja náttúrulega bara eins og allir aðri, hvernig setja ég kennsluna mína yfir í fjarnám. Þannig að ég endaði eiginlega pínlítið eins og helpdesk sem ég hafði nú ekki alveg reiknað með þegar ég byrjaði í starfinu en það var það sem þörfin var. Verkefnin voru ótrúlega mikil. Fyrsta lagi var það náttúrulega kennslukerfi. Framhaldsskólarnir eru með Innu og þessir 3 skólar sem ég er að vinna fyrir eru allir með vinnu, eru allir með Innu fyrirgefið og svo er FS, eða Fjölbrautaskólann á Suðurnesjum, líka með Moodle. En ég hef bara ekki farið inn á það. Ég bara treyst á að þeir sem nota það séu svo flinkir að þeir þurfa ekkert á mér að halda. Það voru upptökur. Það var bara hjálp, hvernig á ég að taka upp, hvernig á ég að komast online, hvernig á ég að ná til nemenda. Það var rauntímakennslan, hvað er best að nota, ég meina á ég að nota Teams, á ég að nota Zoom, á ég að nota fjarkennsluna sem var ekki til að byrja með. Það kalla sem sagt upptökukerfið í Innu er kalla fjarkennsla. En það er byggt á, eða ekki byggt á, það er Big Blue Button. Og það var sem sagt hvaða kerfi á ég að nota. Og svo voru það raungreinakennararnir sem þurfa mikið að nota whiteboard og þeir voru sumir alveg losti. Hvernig get ég notað þannig að komi sem best út? Það er ekki nógu stórt. Ég þarf að fara á margar glærur til þess að geta klárað bara eitt dæmi. Og það var verkefnaferðin sem kom í ljós að var bara jókst alveg gífurlega. Álagið á kennara við að fara yfir var bara margföld á við það sem hafði verið áður. Og svo var þessi klassíska spurning sem allir kennarar í fjarnámi lenda í og það er hvernig held ég sambandi við nemendur. Og fyrir kennara sem hafa aldrei séð sig í fjarnámi þá var þetta náttúrulega ofboðslega áskorun. Hvernig næ ég svo að halda sambandinu við nemendur og hvernig næ ég að halda nemendur sem kannski eru í fallhættu, hvernig næ ég að halda þeim inni? Hvað get ég gert til þess að ég sé örugg með að það verði ekki meira fallheldur en er í venjulegu sem staðnámi. Ég prófaði að gera svona vördski yfir það sem að ég þarf að kunna skil á. Og þetta ég tók þannig að það kemur bara 1 orð, það endurtekur sig sérst ekki. Og þá fékk ég mitt svona pínu svona, ok, það er ekki skrítið þó ég kunni ekki allt, því þetta er ógeðslega mikið. Þetta er sérst fjarkennslan, það er rúbrikka, Google og hvað er best af þessu? Flipgrid, vendikennslan, hvað á ég að nota? Ég sem kennari, hvað er það sem er best? Breyta skrám, þær eru á stórar, nemendur að senda inn myndir og ég get ekki unni með þær, hvernig á ég að breyta þeim? Og nemendur eru með iPhone-a eða iPad-a og þeir senda skrár og þær eru ólæsilegar. Hvað á ég að gera? Staðan í dag hins vegar er svolítið breytt, sem betur fer, að þá eru náttúrulega bara allir orðnir rosa flinkir. Það er bara þannig. Bara kennarar í dag eru bara, og ekkert í dag, þeir var náttúrulega alltaf verið það, en kennarar eru bara ógeðslega flinkir. Ég er ennþá í svona smá helpdesk, en það er ekkert rosalega mikið og það er aðalega þá af því þá eru kennarar sem eru orðnir bara mjög öruggir með það sem þeir byrjuð á, nú vil ég fara að bæta við. Einstök verkefni sem að ég er með í dag eru próf og prófakerfi. Það er 1 skóli sem er að taka upp prófakerfi, þannig að það er heilmikil vinna sem liggur fyrir hjá okkur í því að búið til leiðbeiningar og annað. Við höfum verið að reyna að finna út hvernig við getum
gert yfirferðina hjá raungreinakennurunum léttari. Nú í dag þetta þannig að nemendur skanna inn stærðfræði heimadæmi sín og senda inn. Ef þeir eru að senda inn eina mynd fyrir hvert dæmi, kennari þarf að vista hvert einasta verkefni niður, opna það, vista það aftur, senda það svo inn í þetta er bara óheyrileg vinna. Þannig að við erum búin að reyna að leita leiðum fyrir þetta og það er alltaf upptökur. Hvernig getum við gert upptökurnar sem léttastar? Og yfirleitt þær þannig að fólk ekki að klippa neitt. Fólk það bara kerfi sem virkar og ég ætla ekki að klippa upptökunum eina neitt. Ég ætla bara að hafa hana og hún bara virkar svona eins og hún er. En ég þarf ekki að hafa neitt rosa flott kerfi. Ég þarf bara að hafa eitthvað sem virkar og er einfalt. Síðan ég náttúrulega að leita fyrir einstaka kennara og finna lausnir sem hægt að nota og það þá til dæmis með námsmati. Hvernig get ég breytt úr hefðbundnu námsmati? Og nú vorum við að tala um áðan með Turnitin og svindlið og allt það. Að kennarar náttúrulega alltaf að lenda í því að fólk að svindla, en það samt, vísu var þetta náttúrulega bara stjarnfræðilegt dæmi sem maður nefndi áðan, þar sem fólk hafi verið að kaupa sér þjónustu þar sem að þú fékkst bara svörin tilbaka. En það samt ekki þannig að allir sé að svindla. Þetta eru örfáir, en þeir sem svindla þeir gera það rosalega grand, þannig að maður kannski fattar ekki. En stundum, að því nú kenni ég líka, að það ekki nóg fyrir mig að vera ráðgjafi í 3 skólum og þá náttúrulega ég að kenna líka, að stundum fær maður svindl sem eru svo augljós og maður hugsa, akkur ertu bara að reyna þetta, því þetta liggur í augum uppi hvað að gera. En kennarar að hugsa hvernig get ég gert námsmatið þannig að nemendur þurfi ekki, fá ekki þessa tilhneigingu til að svindla. Og þá mest verið að horfa á gagnaprófin, að nota gagnapróf meira. Að þú ert að láta þau taka próf heima og þú ert að vinna með öll gögn. En þetta náttúrulega allt öðruvísi próf heldur en við höfum kannski verið að leggja fyrir. Við höfum líka, ég verið að leita fólk vil fara að skoða meira upptökur á podcast, þá ekki sem kennarinn að gera, heldur að nemendur skili það inn sem hluta af sínum verkefnum, geti jafnvel valið að vil ég skrifa ritgerð eða vil ég skila inn upptöku og þá þarf ég náttúrulega að vera með þá hreinu hvað á að koma fram í þessari upptöku, hvað það sem ég ætla að meta. Því það náttúrulega ekki bara nóg að gera bara upptöku. Get ég nota plaggutin meira og fólk hefur í staðnáminu að þá fólk ofta að nota og segir að það sé líka bara notalegt fyrir nemendur að fá aðeins tækifæri til að breyta til. Þá bara verið að klippa og líma og búa til plaggat svona upp á gamla móðin. En það líka hægt að gera þetta rafrænt og sumir nemendur kjósa það kannski frekar og þannig að það ein leið til þess að við getum bætt inn í. Það fullt af alls konar litlum forritum og já, ég var búin að tala prófin og gagnaprófin. Rafrænt ráðgjafi, spurningarnar sem ég sat uppi með þegar ég fór að spá í þessu, það eiginlega svolítið þetta. Þurfa allir að kunna og nota allt. Allir kennarar þurfa þeir að kunna og nota allt sem til Kenna eða ekki kenna. Það spurningin sem ég var að hugsa þar svolítið þegar ég ég vil geyma hana. Rafrænar lausnir, nú ég ofsalega mikið fyrir rafrænar lausnir, en það á ekki að nota þær nema þær bæti einhverju við kennsluna, ekki bara nota hana af því það flott að hafa eitthvað rafrænt og ekki bara nota hana af því að þetta rosa smart. Heldur ef hún bætir einhverju við kennsluna hjá mér eða verður þannig að ég hef meiri tíma til að gera eitthvað sem mér finnst vera skemmtilegra í kennslunni, að þá á maður að nota það. Tímaleysi, rafrænt ráðgjafi kemur sterkt þar inn vegna þess að kennarar hafa yfirleitt ekki tíma til að setjast í að leita að einhverju. Þeir eru með svona óljósa hugmynd kannski þetta myndi ég vilja geta gert, en ég hef bara ekki tíma til þetta að leggjast í leit á netinu. Þannig að þá einhver svona aðili eins og ég sem ráðinn akkúrat til þess að leita að lausnum fínn í það. Og ég skrifaði líka, sjáðu þetta græna ræða málin. Það rosalega mikið stór þáttur finnst mér. Það þetta og það bara eins og sami eins og í kennslunni. Það þessi dýnamík sem fer á milli fólks. Að maður setjist niður, spjallum hvaða lausnir væri í boði, hvað það sem langar til að gera og annað og kannski engar lausnir.
en maður getur kannski leitað að eitthvað og komið með eitthvað annað. Ég ætla ekkert að tala um þetta að kenna eða ekki að kenna því ég man ekki eins og hvað það var sem ég ætlaði að tala um þar. En ég ætlaði ekkert að tala um þetta lengri, ég ætlaði nú reiknaði með frekar að við myndum kannski spjalla um þetta. En þannig að ég ætla bara að hætta hér og ekkert að séra þessu meira. Og við erum ekkert rosalega mörg hér en þið hafi kannski samt einhverja spurningar eða hugmyndir. Þetta er svona pínlítið dálítið, þetta er pínlítið þannig að maður er alltaf að leita hugmyndum og henda á milli. Er ekki sammála þið sem eru hér? Maður er alltaf að maður er pínlítið eins og kennarar upplifa sig kannski svolítið eina, þeir eru svolítið eiland. Þannig maður þarf eitthvað til þess að tala við. Geta hent hugmyndum á milli fólks og fá, kannski er þetta ömuleg hugmynd sem ég með. Kannski fólk myndir kannski ekki segja það við mig, en það myndir kannski segja eitthvað svona kurteislegt eitthvað, hérna aðeins. Ég er ekki inn í framhaldsskólum, þannig ég gerir mér ekki alveg grein fyrir svona stöðunni þar, en mér fannst mjög áhugavert það sem þú átt að tala um svindlið. Þar svona hugsaði ég, heyrðu, væri ekki hægt að nýta þessa svindlara eitthvað aðeins meira? Akkurat. Þú veist, fyrst þetta er svona, þú veist, þeir eru greinilega að leita leiða til að komast aðeins auðveldar framhjá, skilurðu? Já. Það er eitthvað þá sem þeir hljóta að búa yfir sem er ekki verið að nýta eða meta. Það þeir allavega með nóg hugmyndaflug, sko. Já, mér datt það í hug svona, væri hægt að nýta þetta eitthvað. Já, og ég hef heyrt fleiri aðferðir heldur en hann nefndi maðurinn áðan af því að heyrðist ekkert í mér þá gat ég ekki sagt það. En þar var sem sagt nemandi sem var bara með í eyrunum og það var annar sem að svaraði spurningunum og las það upp fyrir hann í eyrunum. Það var engin var við neitt þó að myndavélin væri á viðkomandi. En hins vegar að þá er myndavélin samt það einu sem kennarar hafa. Það er eðlilega notaðir myndavélina og vilja hafa nemendur í mynd. Því það er bara, eins og ég segi, hvað segir þú, Rósa? Hendi mér á Rósu því ég þekki Rósu. Það er náttúrulega langt besta, mér finnst einmitt, maður stundu vera eiland með að kenna fyrir fram að skjáin eina manneskjunni mynd og 20 aðrir bara einhvers staðar að hlusta og helmingurinn að taka þátt og þú hefur tilfinninguna að hinn helmingurinn sé bara sofandi, sko. Þannig að þetta er pínu svona, maður þarf að hafa sig, vera svolítið á tánum að reyna að halda nemendum virkum í fjarkennstunni. Og það tekst ekkert alltaf, ég skal bara alveg viðurkenna það. Já, og líka halda áhuganum sínum vakandi, því eðlilega þá einhvern veginn, ef maður sér ekki neitt og engin svara manni, að þau sem bara, þú veist, maður fellst bara pínlítið hendur og býtur, til hvers er ég að þessu? Mér fannst best, sko, einhvern veginn svona datt ég inn á það í haust að vera með hópverkefni í, skipta í hópa og fara út í breakout-rúm og eitthvað svona, það voru bestu tímandi, það gert öllum meira vakandi þegar þau voru komin í sín herbyggi. Þá fóruð þið mynd, voru kannski bara 2-3 saman og fenguð að raða sér saman í hópa fólk sem þekktist og þá fóruð þau að spjalla saman í mynd, ekki fyrir saman allan hópin. Já, það er mín reynsla líka. Já, það er einhvern veginn, en þau eru eiginlega þau eru aldrei í mynd, þeir reyndar eftir, sko, ég er líka með fornámi, þau eru rosa æst í að vera í mynd og tala og gemma fram í og það er stundum að mjúta, sko, bara til að komast sjálf að. Það er líka bara eitthvað þroskamunur, sko, á nemendum á fyrsta ári og þriðja ári til dæmis. Þannig að það er svona mismunandi hver reynslan er á milli hópa. Já, það er líka það. Man ekki spurningar sem þú varst að spyrja mig áðan. Já, ég var bara svona að spá í hvernig þú hefur upplifað þetta. Mér dettur ekki í hug varðandi það sem þú sagði núna, Rósa. Þú veist, af því að nú er ég á námskeiði hjá Hróbjarti í háskólanum og hluti af því er að láta okkur nemendurna vera með, þú veist, taka fyrir kennslustund og þá fær maður dálítið svona samúð með kennurunum. Þú veist, þegar maður þarf sjálfur að, þú veist, koma með efnið og fræðsluna og láta alla taka þátt.
Meinar sem nemandi? Þú ert að meina að láta nemandan taka yfir? Já. Það er svolítið klöfur. Og þá skráfa okkur niður og við þekkjum, þú veist, flestir þekkjast ekki þarna, sko, en þá getur maður skráfa sig niður bæði að fylgjast með kennslustund og svo að sjá kennslustund næst. Þannig að það er mjög fróðlegt. Já, ég get alveg trúið, það sé svolítið fróðlegt. Já, þetta fer náttúrulega eftir á hvaða aldri þau eru. Aldri og stigi nemendurnir eru, sko. Þetta gæti ekki með yngstu nemendunum, sko. Ég sé þetta ekki gerast með mínum hópum, allavega ekki þessa önnina, sko. Einstaka aðilar eru kannski konur með þroskan í þetta, en alls ekki allur hópurinn, sko. Ég er með nokkra hópa, þannig að. En svo er líka eitt sem að mér finnst, sko, sem fullorðin, þú veist, ég er fullorðin námsmaður núna, maður fékk rosalega lítið tækifæri til að vera kannski þáttakandi á sínum forsendum. Maður átti bara að taka þátt í því sem var sett fyrir mann. Meinar þú áður? Já, sem, þú veist, þegar ég var í framhaldsskóla. Þegar þú horfið tilbaka? Já, og þú veist, það var martröð að fara í tjáningu, af því að þú veist, það voru allir bara að, þú veist, þurfa að vera að tjá sig. En einhvern veginn, ef þetta er partur af, og ég held að þau séu vanari því núna, að vera partur af einhvern veginn, og eins og þú ert að segja, gjamma fram í og vilja tala og eitthvað svona. Já, þau þurfa líka að vera með kynningar reglulega, eða hjá flestum kennurum. Þetta er miklu meira svoleiðis dæmi heldur en var. Miklu algengara að þú þurfur að skila einhverju lokaafurð og jafnvel kynnana í lokin. Þú er búin að vera að vinna kannski í mánuð að einhverju verkefni og svo kynnir þú sem einstaklingur eða hópur. Það sem þú er búin að vera að vinna að, sko. Það er, veist, ég man að þegar ég var í skóla þá var, þú þurftir aldrei að standa upp fyrir fram bekkinn. Það var eitthvað sem maður þurfti að sækja sig sjálfur eftir, til dæmis grunnskóla. Já. En þetta er, mér finnst þetta áhugavert. Þú varst líka að tala ef ég maður fara aðeins út í annað, Sigurbjörg, þú varst að tala það áðan að það væri jafningjamat líka í Turnitin. Og er það þá fyrir, er hægt að nota það þá fyrir bara Word-skjöl eða PDF-skjöl? Bara skiptir ekki máli. Ég segjum að við komandi sem í kynningu, þyrfti maður þá sem væri á PowerPoint, þyrfti maður þá breyta því? PowerPoint. Já, er hægt að setja PowerPoint þar inn? Þetta er bara, Turnitin tekur bara nánast við öllu sem er eitthvað textaform á. Já, tekur svo sem við öllu, en ef þú vilt að hann fá ritskipuna þá þarf það á textaform. Anna Kristín, hvað segir Rósa? Þú stillir raun og veru skilahólfið í Turnitin. Á hvernig skjöl þú vilt láta taka, til þess að ég er búin að brenna mig á það að taka út að það sé hægt að skilja myndum. Vill bara fá ritvinnslu eða PDF, ekki GIF eða PNG eða eitthvað svoleiðis, af því að þá er rekjanleiki skjalana, veist, og svo eru sömu gaurarnir að skila sömu myndunum, sko. Og eitthvað svona, ein mynd, og þú vilt það ekki, þú vilt fá þetta í textaformi, PDF eða PowerPoint, til dæmis, eða doc eða eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg stillilegt. Þetta er svolítið skemmtilega fítur. Ég vissi ekki að þessi fítur væri líka í Turnitin. Jú, en það eina sem ég veit ekki hvort það sé virkur sko með innu. Það er það, þú mátt alveg koma því fyrir mig. Já, þú meinar það. Já, sko með þetta, ég hef ekki séð þetta, sko, ég notaði Turnitin sjálf í mastersnámi frá háskóla erlendis. Ég man ekki eftir að hafa séð þennan fítus, ég er svona svo sem ekki verið að grafa í allan fítus inn á Turnitin, inn og inn, sko. En búin að finna nokkra stillingar sem ég er að nota. Ég nota nefnilega jafningja með svolítið mikið, en ég er bara með þetta handvirkt í einhverju skjölum og þetta er rosaleg vinna. Og ég man að þegar ég var eitthvað tímann ég var í námi hjá Borgó, í margmiljónanámi, og þá var einn kennari sem notaði í Moodle jafningjamatið, sem virtist vera, þið vitið, ég ímynda mér að í Turnitin sé það svipað. Nei, það er svo dólið. Er það? Stillir ekki bara upp einhverja þætti og... Já, það er raunar sko, Moodle er eiginlega bara með spurning, eða þú setur inn spurningar sem að nemendur svara, sko, frumverkefnið, og þeir geta líka sett tölur. En í Moodlinu þá getur þið sett bara upp rúbriku sem er alveg frábært og ekki haft neina tölur. Nemendur bara haka við. Mér finnst það í Moodle betra, sko.
Ég notaði þetta á sínum tíma í mínu mastersnámi sko, en ég hef svo sem ekkert leitað að þessu núna í Turnitin núna, en það getur vel verið þetta sé hérna til staðar sko. Já, Og það er jafningjamat í Turnitin, en það sem er spurningin hvort það vinnur innan kennslukerfuna ykkar. Það er í mótlunni, póþétt. Það er með, sko það fyrir eftir hvað pluggun þú ert með raunar. Það er með öðru pluggunin í Canvas, ekki hinu. Ég veit ekki hvað er innu. Innan er þetta svolítið með takmarka pluggin. En það er alltaf að fara í gegnum turnitin.com, allir. Já. Veist þú hvernig hérna, að ég fekk þessa spurningu bara daginn. Þegar ég kemst þarna inn alltaf bara á mínu aðgangsorði og lykilorði og beintengt við mína áfanga og þess aftur og kemst inn í stillingarnar hjá mér og svona. Það er ekki allir kennarar sem komast inn, sko, veit ekki lykilorðið sitt. Og þá er eitthvað sem heitir forgot my password. Já, einmitt, er það ekki bara það? Ég bara beint inn á það. Þá bara fara í gegnum prófessun og búa til nýtt lykilorð. Það er mjög einfalt. Ég þarf að prófa þetta líka. Ég sé hérna að ég er svolítið takmarkuð að ég hafi ekki farið inn á Turnitin. En hins vegar þegar ég fór að skoða öll þessi forrit sem ég þurfti að vera að setja minni þá hugsaði ég mig, já, það er kannski ekki skrítið þó eitthvað hafi látið undan þarna. En Anna Kristín, þú ert að byrja því að nota Turnitin upp í Borgó sem kennari. Já, ég veit það. Þannig lærir maður þetta langkraðast. Ég veit það og það er ástæðan fyrir því að mér finnst mjög mikilvægt að sá sem er að vinna svona starfi eins og ég er að gera núna í kennsluráðgjöf, hann verður að kenna eitthvað líka. Þó þess ekki með eitt fag, en hann verður að kenna líka, hann verður að vita aðeins hvað hann er að tala. Því þú getur ekki verið að prófa alls konar hluti og þú hefur ekki hugmynd um hvernig þetta virkar í raunveruleikanum, þó hefur lesið það á netinu eða eitthvað, sko, það er bara ekki það sama. Algjörlega. Mér finnst það mjög mikilvægt, sko. Ég er búin að reyna að segja þetta, til dæmis upp í háskóla. Allir sem eru að veita ráðgjöf þeir eru líka að vera að kenna. Og þó þeir kenna ekki á hverri önn. Í Pólandi skilyrði að allir kennsluráðgjafar séu 50% starf sem kennar og 50% sem ráðgjafar. Það er ekki til 100% kennsluráðgjafar starfar. Okay. Þú færð ekki að vinna sem kennsluráðgjafin og þú sért líka eitthvað fastráðin sem kennar í 50%. Okay. Ég held að þetta sé bara í fleiri atvinnugreinum með þetta sko, af því að þetta líka til dæmis við í forritunarheiminum og getur verið eitthvað, hannar eitthvað og segir og býr til eitthvað sem er svo kannski gjörsamlega ekki framkvæmanlegt. Já, eins og maður hefur stundur ekki sjá. Bara í kennslukerfinu þegar verið að setja eitthvað upp og maður sér að þetta er greinilega ekki kennarar sem eru að forrita, heldur þetta er bara forritarar. Bara forritarar. Já. Af því það er ekki, verður að fínu einsýn. Nú er ég að pæla, klukkan er orðin 7 mínútur yfir og eftir 10 mínútur byrjar hamingjustund, 3 mínútur byrjar hamingjustund. Það sem að þið getið mætt með kaffibollan ykkar eða eitthvað sterkara í glasi og tala við þá sem að voru á öllum málstofunum. Ég get því miður ekki verið með því ég er að fara, við þarfum að fara á annan fund saman. En bara þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna og þakka ég fyrir Anna Kristín að vera bara með þetta frábæra innleggina og umræðu með okkur. Takk fyrir mig. Og bara gaman að hitta ykkur. En þið finnið endilega kíkið inn á Hamsundina, það er svona gaman að eiga í meira spjalli svona almennt allt. Þannig ég hveti ykkur til þess. Bara takk fyrir mig, gaman að fá að fylgjast með. Já, takk fyrir mig. Já, takk fyrir mig líka. Takk fyrir mig.